rosa skemmtilegi fuglar sko. Galdralest Einars Mikaels, þú ert búin að vera núna á fullu. Já, herri, ég er bara búin að vera á hvolfi og bókstaflega á haus sko. Síðustu helgi þá var ég í Borgarnes og Akranesi. Það var sko svo mekkfullt á báðum stöðunum og þvílíkt stuð og stemming og allir ánægðir og síðan áreitaði henni alltaf plaggut. Það fá allir sem kom á sýninguna í kvöld líka og allir áreittu plaggut. Já. Svo það líka rosa skemmtilegt að geta gefið krökkunum líka og myndataka og síðan fá þeir sjá dúr og svona. Ertu þá búin að áreita plaggutin fyrir eða? Nei, Gerirðu þetta bara alltaf á staðnum? Já, ég ger þetta á staðnum sko. Það nefnilega persónulegra og skemmtilegra sko. Þú veist, ef maður búin að gera þetta þá get ég haft, eða þú veist, fólk vill fá að hitta töframanninn og hitta dúðunar og svona, það finnst það persónulegra og skemmtilegra sko. Og þeir eru ekkert að fara neitt sko, þeir eru búin að fá plaggat sko. Það er pínuð þannig sko. Þannig að sýningin á þér, þú auglýstir hana hvað, 70 mínútur en þú ert í hvað, 3 tíma? Já, raunveru sko, sýningin sjálf er 70 mínútur sko, en síðan eins og ég segi, ég meina, ef fólk ekki að flýta sér, endilega gefa sér tíma bara eftir sýninguna og þá tökum við spjall og eftir sýninguna þá spjalla við krakkarna og geðum plaggat og leiðum að sjá dúðurnar og þetta er bara svona meiri upplifun og skemmtun, bara líka svona meiri kringum þetta sko, annað en bara þetta er ekki bara sýning, þetta er líka að fara að hitta stórstjórnuna. Já. En Galdralesti, hver er hugmyndin á bak við þetta? Nú rennur ágóðin til Barnaspítala Hringsins? Já, sko, mér fannst bara, ég hef alltaf gert þetta fyrir, sko, ég hef alltaf gefið, sko, Barnaspítalanum, þess að hringskonum sem sjá alltaf svona jólahappdrætti og bingo fyrir hérna, og ég hef alltaf safnað fyrir Barnaspítalan og þetta er bara svo, bara nauðsynlegt fyrir þau og ég hef alltaf gefið þeim dót og galdrasett og hérna DFD-diska því ég gefið það út, ég hef búin að gera það síðastliðin 3 ár, en ég hef ekki verið að setja upp sýningu, ég hef alltaf tekið þátt og skemmt á hérna jólaskemmtinin hjá þeim, bara skuldlaust og bara alltaf bara gefa mína vinnu þar, bara minnst það bara sjálfsagt, en síðan hitti ég einn ungan mann hérna, ég nefnilega var hringt í mig og ég var beðinn sem sagt að koma og skemmta, það var einn lítið strákur sem var með krabbamein, 6 ára gamall og hann baði að fá að hitta töframann og ég bara, að sjálfsögðu mæti bara segði mig hvenær ég mæti, ég mæti bara, ég meina þess að hætti við að gera eitthvað merkilegt sem ég ætla og ég fór, hann var bara svona hann var svona, hún bara mjög slappur strákurinn, hann bara breytti öllu bæði sögðu læknandi það að mamma og pappi að það fengi mig í heimsótt, ég var þannig klukkutíma að sína honum töfrabröð og sína honum dúðnar síðan tókum við mynd saman og þetta var rosa skemmtilegt, en ég sá bara að ég vissi alveg ég verið að gera rétt og maður þarf bara, þú veist, þetta eru börnin eru framtíðin okkar og þú veist, það þarf að hjálpa þessum krökkum, sko, því að líka aðstæðan er bara ekki boðleg eins og hún er og það þarf bara, þú veist, það verður að gera eitthvað fyrir þau og líka bara halda þessari umræðu uppi, sko, því að þú veist, þetta er bara svona hluti sem verður bara að vera í lagi, sko, því að þú veist, jú, fullorðið fólk, þannig kannski, þú veist, það búið að fá að lifa sínu lífið allan eitthvað, en krakkarnir, sko, þurfa aðeins að æskan er svo yndisleg, sko, og falleg, sko, þess vegna þurfa þau bara að geta fengið að njóta hennar, sko, og vera heilsurust, sko. Þú ert með stórt hjarta? Já, ég Þú veist að gefa mikið að þér? Já, mér finnst bara, þetta er bara eins og, mér finnst bara ekkert eins skemmtilegt og bara að fá að gefa eitthvað að mér og þetta gefur mér líka bara svo mikið, sko, því að bæði ég verið með sýningar og fá að gleðja aðra og fá að leyfa fólki upplifa eitthvað sem það aldrei upplifa áður, það er bara sem lífið mitt snýst það er að koma fólki óvart og hérna leyfa því að upplifa eitthvað magna, sko, það er líka eins og með þú veist, viðbröðin sem ég er búin að fá er alveg frábær og hérna þetta er bara, þú veist, snýst bara líka að standa allir séu saman og skemmta sér í leiðinni, sko. Já. Er það ekki svolítið sem gerir þetta skemmtilegt að fá gleðina til baka? Jú, það er nefnilega svo gaman líka þú veist, að fólk fái líka að þú veist, maður finna það oft eftir sýningar þú veist, ég nefnilega gerði þetta ekki fyrst að fara fram eftir sýningar, þá bara á sýningi búin og allir heim, sko, en eftir sýninguna ég meina, ef fólk var að tala við mig og hitta mig og gefa mig 5 árita eitthvað og hitta dúðurnar og svona, þetta gefið þeim svo mikið, sko, þetta er nefnilega, þú veist, að vera í sterkari tengingu við krakkarna og fjölskylduna sem mæta á sýningarnar, og það er bara svo skemmtilegt líka að þú veist, þetta gefið mér svo óbúslega mikið, sko, sjálfum, sko, svo ég hérna, eins og ég segi, ég þetta gerir svo mikið fyrir mig og þá vill ég gefa líka eins mikið tilbaka og ég mögulega get, sko. Sýningin í kvöld? Já. Hvernig, ný töfrabröð sagður við mig í síðasta viðtali? Já, passar, það verða, ég hugsa að það sé bara, það eru 2 nýjar risa sjónkvæningar sem verða þarna á sviðinu og það verður einn heppinn farið svífi laus úr lofti, það er alveg fengið nóg á því og síðan verður dúðurnar með mig líka. Ég? Já, bara fyrstur á lista og óskalisti, hver farið að svífa. Þetta er frábær sýning og hún er áætluð 70 mínútur. Já, 70 mínútur og bara hörku stuð og stemming allan tíman eins og er alltaf og það er eins og ég segja, síðast ég kom hérna þá var alveg smekkvöld. Hvað ætlar að gera hérna við Svölu og Sigga? Nei, hvað heit það? Snúlla og Sóley. Snúlli og Sóley? Þau ætla hérna, þau eru að vinka hérna, við erum að taka upp hérna fyrir sjónvarpi líka, það er hérna, þau eru að vinka. Ég heyra það kannski í, jú. Já, það er heyri í þessu.
Það er verið að slá hérna í Hvaða hlutverk fá þær í kvöld? Þær ætla hverfa og byrst eftir skiptist og síðan ger ég eitthvað flott með þeim líka sko, en þeir bara svo partið, fólk finnst bara líka svo gaman að sjá þau sko. Gríðarlega fallegar. Já, en ég er nefnilega að spreyja það sjálfur sko. Nei, ég er að grínast. Þessi hérna. Já, Galdrabókin. Galdrabókin, já. Þetta bara, þeir búin að fá frábæra viðtökur, þetta alveg ótrúlega skemmtileg bók, þetta sem sagt galdrabók sem þú ert með ólitaði myndir í bókinni og það birtast og hverfa til skiptis og þú kannt töfraorðin hókus pókus og það fylgir... Að kunna það allir. Já, að kunna það allir, sko, svo að það fylgir DFT kennslutisku með sem kennar á bókinu og 10 auka galdrar, 70 mínútur skemmtilegitum, svo að þetta bara, og þetta rosa skemmtileg bók og ég veit að hún aftur að gleða mjög marga jólin og endilega. Já, ég er mjög stoltur af henni. Bara þetta, galdrabókin er glæsilega myndskreitt með myndum úr hinnum dularfulla heimi töframanna. Já. Við ætlum að gefa hérna svona bók. Já, jú, bara fáum ykkur til að slá á þráðin hjá okkur. Endilega, 4800-963 er síminn og ég ætla að fara fram og ringja, þú svara mér. Okay? Já, ég skal svara. Já, ekkert mál. Þetta er skemmtilegt. En sýningin byrja klukkan 19:30 í kvöld, mæta snemma svo við fáum góð sæti, 19:30 FSU, 2000 skallinn, endilega bara skella sér á sýningun í kvöld og taka vinni og mamma og pappa með og síðan eftir sýningun og þá er árautun og myndataka og dúur og bara stuð og stemming, sko. Og þetta er bara rétt að byrja. Svo er 8. nóvember Sjallinn Akureyri. Já, ég held að sé bara að vera uppselt þar, sko. Það var bara forsala í Imperial og það er allan 500 manns örugglega að fara að mæta í Sjallann, sko. Það er glæsilegt. Og svo er það risasýning í Háskólabíói. Já, það endar á því, sko. Þá ég er búin að fá Ladda með mér, hann ætlar að joina það. Já, svo þetta verður Royal Flush bara og ég Það er Eiríkur Fjalla sem ætlar að töfra með þér, eða? Já, ég veit ekki, sko. Laddi bara kemur bara og það er bara einhverjum 15 karakterar og maður veit, þú veist, hann er svo skemmtilegur og óútreiknanlegur, maður veit ekkert hvað, en hann er alveg æði, sko. Það verður gaman, við ætlum að slá í gegn þannig saman, sko. Ég verð að spyrja þig, nú er það er 7. nóvember, lítið eftir árinu. Ertu byrjað að undirbúa næstu Ripley's sýningu? Já, þú varst nefnilega, það er allir að spyrja með þessu, sko. Það er bara þetta sló þvílíkt í gegn þannig í september og heimsmetadagur Ripley's, þetta var bara, mér fannst þetta einhvern veginn Þetta er eitthvað svo stórt og merkilegt. Þetta er svo risa stórt nefnilega og þetta var nefnilega alveg, sko, geggja, sko. Og líka bara heimsmet, við elskum öll heimsmet og ég vildi bara fá líka 5 eða 4 framúrskarandi einstaklinga með mér til þess að gera eitthvað svona magnaða sýningu og heimsmetadagurinn var alveg, þú veist, ég var mjög ánægð með þetta sló alveg í gegn, sko, það var uppselt 2 seldist upp á 2 vikum. Já. Og þú veist, við náðum fylla Háskólabíó á 2 vikum, það er náttúrulega eiginlega bara sjálfgeft. Þetta var frábært, ég mætti á svæðið og mér varst að magna, það var sko þéttsitið. Já, stappað. Og vektig til orða. Já. Þetta er frábært 19:30 kvöld í sal FSU. Já. Og ég ætla að fara að knúsa þessa dúfur hérna. Já, og við ekki gefa bókina, var ekki? Jú, við ætlum að gefa bókina, við ætlum að opna fyrir síman. Já. Það er alltaf opið, 4800-963, endilega að slafa á þráðin, en hérna takk fyrir þetta. Já. Við ætlum að halda ára með tónlistina og hvetjum alla. Það er ennþá miðar, lausir eða ekki? Jú, það er hægt að fá þá í Dótahúsinu og síðan við hurðina í kvöld. Svo að Dótahúsinu hérna á Selfossi og tryggja sig þar með það og síðan getum við bara sjáast við í kvöld og það er miðað við innganginn og allir velkomnir. Ekki málið. Takk fyrir þetta, Einar. Takk. Nei, eigum við að svara símanum? Er það komin? Já. Já, svara bara símanum. Halló? Já, góðan daginn. Góðan daginn, þú ert í beinni. Já, það er þér. Ert þú að falast eftir galdrabókinni? Já. Þú voru þá að segja eitthvað við Einar, Mikael, hann er hérna á línunni. Hann er hérna hliðin á mér. Já, segðu bara eitthvað töfraðar, kanntu ekki eitthvað gott töfraðar? Nei, það kann ég nú ekki. Hókus pókus, getur þú prófað það? Hókus pókus. Slegið, þú fær galdrabók. Hvað er þetta að ringja? Ég ringi hérna á Selfossi. Já. Getur þú komið hérna til okkar upp á Suðurlandi FM? Já, eftir 3, já. Eftir 3, það er ekkert mál. Ég skal geima hana hérna fyrir þig. Hvað er nafnið? Það er Gunnar Styrmisson. Gunnar Styrmis. Takk fyrir þetta og takk fyrir að ringja. Já, takk. Takk. Herra Einar, takk fyrir komuna og eins og sé, ég ætla að fara að skoða þessa túr. Já. Takk fyrir þetta. Takk sem leiðis.